Þegar glæpir eiga sér stað hefur stundum spenna, ótti og vanlíðan hlaðist upp árum saman. Afleiðingarnar eru ófyrirsjáanlegar og oft órökréttar. Verknaðurinn framinn í geðsræfingakasti og gerandinn gjarnan undir áhrifum vímuefna. Sakamál kvöldsins átti sér langan aðdraganda, meira en 10 ára bældan ótta. Sunnudagurinn 29. desember 1996 rann upp dumbungslegur. Það hafði verið slagveðursrigning nóttina. Lögreglumenn á vakt í Hafnarfirði áttu von á tíðindalitlum degi þegar síminn hringdi og tilkynnt að lík manns hefði fundist rétt utan við Krýsuvíkurveg. Við fórum hérna á staðinn 2 lögreglumenn og sjúkrabíll og læknir sömuleiðis. Og maðurinn lá hér rétt utan við veginn. Lá hér á bakinu. Það var læknirinn úrskurðaðan látinn og hann var með áverka sem bentu til þess að þetta hefði ekki orðið með eðlilegum hætti, dauðdagi hans. Í ljós kom að líkið var af Hlöðveri Aðalsteinssyni, vaktmann í Hafnarfjarðarhöfn. Lögreglan vissi að Hlöðver átti hvíta lata sportbifreið, en hún fannst hvergi nærri vettvangi og var strax hafin leitað bílnum. Síðdegis fannst hann á bakvið fiskverkunarhús við Herjólfsgötu í Hafnarfirði. Dautt var á vélbifreiðarinnar en stöðuljós loguðu. Bjarni J. Bogason, deildarstjóri hjá rannsóknarlögreglunni, skoðaði bílinn og veitti eftirtekt sígarettustubbi sem drepið hafði verið í ofan á mælaborði bílsins. Stubburinn og aðrir í Öskubakka voru teknir til rannsóknar. Vitni sáu bílinn á Krýsuvíkurveginum snemma morguns. Ég kem akandi sunna frá Keflavík og rétt áður ég kem á álverinu þá sé ég að hver kemur bifreið á móti mér sem er snúið við cirka miðju vegu móts álverið og ég dreg þessa bifreið uppi og fer fram úr henni skömmu fyrir Krýsuvíkur afleggjara og þegar ég er komin upp á hæðina hérna fyrir ofan Krýsuvíkur afleggjara þá sé ég hvar bílnum er beint inn á Krýsuvíkur afleggjarinn í átt til Krýsuvíkur. Ég hafði haft afskipti af honum sem lögreglumaður og rætt við hann. Og það er nú ástæðan fyrir því að ég þekkti bifreiðina. Hlöðver bjó í sama húsi og bróðir hans og upplýsti hann að Hlöðver hefði farið út klukkan 4 nóttina. Á símanúmerabirti sem Hlöðver var með mátti sjá að hringt hafði verið úr ákveðnu símanúmeri nokkrum sinnum kvöldið og aftur skömmu áður en Hlöðver fór út nóttina. Grunur beindist þannig fljótt að þeim sem skráður var fyrir símanum. 25 ára Hafnfirðingi, Sveini að nafni, en hann neitaði allri aðild að málinu. Einnig fannst nafn hans og símanúmer á blaði heima hjá hinum látna. Sama dag var hinn ungi Hafnfirðingur handtekinn og vísaði hann þeim á haglabyssu af gerðinni Remington 870. Við húsleit fannst önnur haglabyssa rússneskrar gerðar. Engin skot voru í byssunum en í veiðajakka hans í stofunni fundust haglaskot og skotilki sem skotið hafi verið úr. Lögregla krafðist gæsluvarðhalds en dómari í héraðsdómi Reykjaness varð ekki við kröfunni. Eftir nokkurt japl-jaml og fuður var Sveini sleppt úr haldi en ítarleg rannsókn hófst. Fjöldinn allur af vitnum var yfirheyrður en lögregluna grunaði allan tíman að Sveinn væri viðriðin málið og miðaðist rannsóknin við það. 2. janúar 1997 var gefið leyfi fyrir því að skoðaðar væru símhringingar milli hans og hins látna aftur í tíman. Við rannsókn á síma Sveins kom í ljós að hringt var tvisvar úr síma hans til Hlöðvers rétt eftir miðnætti og aftur síðar nóttina alls 9 sinnum. Lífsýni fannst á sígarettustubbum sem fundust í bíl Hlöðvers og voru þeir sendir til Noregs í DNA-rannsókn. Með notkun filtersígarettna að þá sogast munnvatnið upp í filterið og það þornar þar. Svo frumurnar sitja á þráðum eða möskum filtersins og þær varðveitast þar raunar frekar vel. Leið fór fram ítarleg haglabyssurannsókn. Lögreglan lagði hald á þessi skotvopn á heimili hins grunaða. Þessi er rússnesk, einskota, þessi er markskota, bandarísk
með svonefndum pumpulás. Í hinum látna þá fannst forhlað, en haglaskot eru þannig uppbyggð í stórum dráttum að haglaskothylki sjálft inniheldur högl, mismunandi af stærð eftir því hvers konar haglaskot er að ræða, og inni í því er forhlaðið. Þetta forhlað sem að fannst í hinum látna er sömu gerðar og þetta forhlað hér. Það kom í ljós við smásjárrannsókn að rispur voru langsum eftir forhlaðinu með 90 gráðu millibili. Það var tekin afsteypa af forhlaðinu. Það var prufuskotið úr amerísku haglabyssunni og tekin afsteypa af forhlaðinu sem að var prufuskotið og hún sést hérna hægra megin. Samanburðurinn á þessum tveimur afsteypum leiðir það í ljós að yfirgnæfandi líkur eru á að forhlaðið sem fannst í líki mannsins því var skotið með haglabyssunni sem hér var til rannsóknar. Samanburður DNA greiningar á frumum á sígarettustubbum og blóðfrumum úr sveini sýndi samskonar munstur og töldust yfirgnæfandi líkur á því, samkvæmt norsku niðurstöðunum, að Sveinn hefði reykt sígaretturnar eða meira en 99% líkur. Þegar þetta lá fyrir, í febrúar 1997, var Sveinn handtekinn öðru sinni og þá úrskurðaður í gæsluvarðhald. Hann hélt neitun sinni til streitu til að byrja með, en honum var þá kynntar niðurstöður DNA-rannsóknarinnar og rannsóknarinnar á forhlaðinu í tengslum við Remington-byssuna. Eftir það ákvað Sveinn að skýra frá þætti sínum í málinu. Hann sagðist hafa fengið taugaáfall og ekki viljað að fjölskylda sín kæmist að því að hann hefði verið misnotaður kynferðislega af hinum látna og því neitað aðild að málinu, en ef einhver hefði verið ákærður, hafi hann alltaf ætlað að koma fram með hið sanna í málinu. Sveinn sagðist hafa kynnst Hlöðveri þegar Sveinn var 13 eða 14 ára. Hlöðver hafi útvegað sér áfengi og misnotað sig kynferðislega þegar hann var orðinn ölvaður. Hann sagðist hafa farið í ökuferðir ásamt Hlöðveri og öðrum strákum og þá gjarnan ekið suður í Krýsuvíkurhraun. Einnig hafi misnotkunin átt sér stað um borð í skipum í Hafnarfjarðarhöfn þar sem Hlöðver var vaktmaður og heima hjá honum. Á þessu gekk þar til Sveinn var orðinn 15 ára. Orðrómurinn var orðinn ansi sterkur, það er alveg rétt að þeir væru að þá aðalega að sýna strákum myndir, vídeómyndir og svona. En jú, maður heyrði það að þeir væru eitthvað að eiga við krakka en stráka en eins og ég segi það allavega lagði enginn fram kæru, enginn vildi fara út í það. Það var talað við marga stráka oft sko þetta, en það var eins og enginn vildi segja neitt og enginn vissi neitt. Þetta var alltaf eitthvað svona loðið og ekkert ábyrgt. Ég held að almennt þá vanti nú nokkuð upp á það að fólki sé ljóst það að hverjum og einum ber að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þið komast að því að velferð barna sé í hættu. Hann var beðinn um skýringu á því hvers vegna hann hefði ekki sjálfur bundið enda á þessi kynni þeirra fyrr, en svaraði því til að hann gerði sér ekki grein fyrir því. Haldi helst að hann hafi sóst eftir áfengi og tóbaki hjá manninum. Sveinn sagði marga fleiri stráka á sínum aldri og yngri hafa látið undan vilja Hlöðvers og bróður hans, sem einnig var sagður misnota pilta kynferðislega. Eina skýringi sem við getum gefið okkur að sé ekki gild, hún sé svo að barn fari til manns sem misnotar það af fúsum og frjálsum vilja og sé þar með ábyrgt eða samþykkt því sem að gerast.
Það miklu frekar hægt að líta á það sem þannig að misnotkun kannski ákveðið gjald sem að þarf að greiða fyrir að fá eitthvað eða ákveðin aðferð sem það nota til þess að forða einhverju hræðilegu sem að maðurinn kannski segir það muni gerast ef það kemur ekki eða ef það segir frá. Og ég held við verðum að hafa í huga þarna hvað börn eru berskjöldu gagnvart fullorðnu fólki. Fullorðna fólki það hefur valdið og börn eru alin upp við það að þau eiga að hlýða og gera eins og fullorðna fólki segir. Síðan liðu árin án þess að þeir hittust en Sveinn sá Hlöðver stundum álengdar, óttaðist hann og segist í hvert sinn hafa fengið sting í magann. Orðrómurinn Hlöðver og bróður hans hafði gengið víða og lengi í Hafnarfirði, án þess að aðhæfst væri nokkuð. Fræðimenn hafa mikið verið að skoða þessa ýmsu brotamenn og það sem að menn hafa kannski fengið út úr því það að kynferðisbrotamenn eða þeir flokkast í ákveðna undirflokka, til dæmis aðilar sem að leita á börn og unglinga. Þau hafa oft þau sérkenni eða menn hafa komist að þeirri niðurstöðu að þeir eiga oft engan annan brotaferil að baki. Þeir hafa einangrað sig í þessum brotum sérstaklega og eru oft þar að leiðandi óþekktir hjá yfirvöldum. Þannig að yfirvöld þegar að tilkynningar koma einstakling sem með sýniþörf eða að leita á börn eða unglinga, að þá höfum við ekkert. Við getum raunverulega ekki farið í skrár hjá okkur og velti fyrir okkur hver hugsanlega komi þar til greina vegna þess að það allt eins líklegt að þessi einstaklingur hafa aldrei komið í sögu lögreglu. Hann eigi sem sagt engan feril. Rúmum 4 árum fyrir atburðinn birtist í DVAF frétt að 2 bræður í Hafnarfirði á miðjum aldri hafi verið kærðir fyrir kynferðismisnotkun á 15 ára greindarskertum pilti. Hinn meinta misnotkun hafi þá staðið í á annað ár. Í fréttinni segir að bræðurnir hafi áður komið sögu lögreglu vegna svipaðra mála en ekkert sannast á þá og að svo virðist sem þeir hafi lokkað drengi bæði borð í skip í Hafnarfjarðarhöfn og á heimilið sitt, sýnt þeim klámmyndbönd, boðið upp á sælgæti, áfengi og tóbak og borgað fyrir samræði við þá. Í vikublaðinu Pressunni nokkrum dögum síðar voru þeir nafngreindir og sagt að augum manna hafi fyrst beinst að þeim 2 áratugum áður. Í mörg ár hefðu foreldrar í Hafnarfirði varað börn sín við að umgangast bræðurna og að á síðustu árum hafi lögreglumenn verið sérstaklega á varðbergi við höfnina og iðulega bætt drengjum frá sem þar voru á ferð. Samkvæmt Pressunni kærði barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar Hlöðver fyrir kynferðislega misnotkun á ungum pilti í ársbyrjun 1991 en ekki tókst að upplýsa málið nægilega til að senda það ríkissaksóknara. Nei, upp úr því að þá var rannsóknarlögregla ríkisins með þennan málaflokk og tók málið að sér. Það var kært og það var lögð fram kæra gagnvart, það var einn einstaklingur eða foreldrar eins, held ég vangefins drengs sem að kærðu og það var tekið fyrir hjá rannsóknarlögreglu ríkisins. Það var mikið uppnám út úr þessu fjölmiðla fjöllun var mikil og það var ekki það ræð. Ég held hreinlega bara eftir þá umfjöllun hafi slokknað gjörsamlega á þeim. Sveinn hafði boðið nokkrum vinum sínum í heimsókn laugardagskvöldið 28. desember 1996. Áfengi var haft hönd og var farið að tala að hringja í einhvern og gera at. Kom upp sú hugmynd að hringja í Hlöðver og reið Sveinn á vaðið en nokkrir gestanna fylgdu í kjölfarið. 1 var farið á veitingastað þar sem gleðskapurinn hélt áfram. Eftir lokun staðarins fór Sveinn einn heim fótgangandi og var orðinn mjög ölvaður. Hann mundi eftir að það var hringt í einhvern eftir að hann kom heim og þegar sími hans var rannsakaður kom í ljós að hann hafði hringt í Hlöðver skömmu fyrir klukkan 4 nóttina. Sveinn einn til frásagnar það sem gerðist eftir það. Hann man eftir sér á stofugólfinu að hlaða haglabyssuna sína og að stuttu síðar hafa hann gengið út
þar sem bifreið Hlöðvers stóð fyrir framan íbúðarhúsið. Hann sagði Hlöðver hafa séð byssuna þegar hann settist hægra megin í farþegasætið en að hann hafi haft byssuna á milli sætis og hurðar. Sveinn sagði Hlöðver að aka af stað og héldu þeir sem leið lá eftir Reykjanesbraut inn á Krýsuvíkurveg á svipaðar slóðir og frá fyrri tíð. Bíllinn staðnæmdist á afleggjara út af Krýsuvíkurvegi þar sem þeir Sveinn og Hlöðver fóruð að tala saman. Samkvæmt framburði Sveins höfðu þeir ekkert að rætt fortíðina fram að þessu. Sveinn segir þá hafa rætt æsingslaust til að byrja með, en Hlöðver spurt af hverju hann verið með byssuna og fengið það svar að hann skildi engar áhyggjur hafa henni svo lengi sem hann ræddi málin og svaraði spurningum sínum. Sveinn segir Hlöðver hafa neitað sumu og gert lítið úr öðru, þannig að engin niðurstaða fékkst. Hlöðver hafi verið orðið nokkuð órólegur og greinilega leiður á samræðunum sem fóru stigmagnandi. Hlöðver hafi greinilega ekki viljað láta halda sér. Þegar hér hafi verið komið sögu, hafi hann þurft að kasta af sér vatni og stigið út með byssuna. Það sem síðar gerðist var sviðsett af lögreglu með þátttöku Sveins. Sakborningur vísaði á þennan stað hér sem staðinn sem að atburðirnir gerðust. Hér fór fram sviðsetning og lýsti sakborningur því hvernig hann fór út úr bílnum, hafði með sér haglabyssuna, gekk aftur fyrir bílinn það bil hingað og síðar kom eigandi bílsins út úr bílnum og mun hafa gengið í átt að sakborningi. Ökumaðurinn hljóp hér yfir götuna og hvarf út í myrkrið. Úr þessari átt var að koma bíll og sakborningurinn fór hér yfir götuna einnig og faldi sig við vegarbrún. Líkið fannst hérna það bil 300 metrum norðar. Sakborningurinn fór síðan frá eftir að bíllinn hafði farið hjá að bílnum og ók á brott. Sveinn sagðist hafa talið að hann hefði ekki hæft Hlöðver og til marks það hefði hann hringt í Hlöðver daginn eftir úr söluturni. Í ljós kom við rannsóknin að hringt hafði verið á þeim tíma án þess að hægt væri að staðfesta að símhringingin hefði verið úr viðkomandi söluturni. Í réttarhöldum fyrir héraðsdómi komu fram 2 ungir menn sem sögðust hafa orðið vitni að kynferðislegum athöfnum á milli sakborningsins og hins látna. Mennirnir sögðust sjálfir hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af hálfu Hlöðvers og sögðust vita ýmsa fleiri sem hefðu svipaðar sögur að segja. Við undirbúning þessa þáttar var rætt við mennina sem staðfestu það sem fram kom við réttarhöldin en voru ekki tilbúnir að veita viðtal málið. Fyrir réttarhöldin höfðu þeir algjörlega haldið reynslu sinni leyndri fyrir vinum, vandamönnum og yfirvöldum. Ég held að skipti öllu máli fyrir þann sem verður fyrir kynferðisofbeldi að segja frá því. Og þá ég að tala að segja einhverjum sem hann treystir. Af því að svo lengi sem hann ber þetta einn, þá hann oft með svo, við getum kallað það ranghugmyndir. Hann gerir sér ekki, hvað ég segja, eins og ég var að tala áðan, hann túlkar atburðina á einhvern hátt sem að kannski standast ekki, þessi túlkunar stenst ekki raunveruleikann og mjög gjarnan það á þann hátt að hann tekur á sig svo mikla sök og svo mikla ábyrgð og hann segir kannski, jú, auðvitað ljótt að misnota börn og það má ekki allt það, en þetta var öðruvísi með mig. Ég nefnilega gerði þetta og ég gerði hitt og ég hefði ekki þurft þess, hann með alls konar skýringar á reiðum höndum hvers vegna hann eða hún, þessi einstaklingur, þetta sé öðruvísi. Sveinn hafði verið mjög niðurdreginn allan desembermánuð vikurnar fyrir kvöldið örlagaríka. Hann segist á þeim tíma oft hafa íhugað að svipta sig lífi. Einu sinni hafi hann verið komin út á svalir íbúðar sinnar með haglabyssuhlaup í opnum munninum. Honum hafi þótt mikilvægt að gera upp málin og hræða manninn frá því að misnota fleiri drengi þótt hann hafi ekki ætlað sér að fyrirkoma honum. Mörtu Bergmann hjá Félagsmálastofnun Hafnarfjarðar finnst að gera þurfi ákveðnar lagabreytingar til verndar börnum og ungmennum gagnvart kynferðislegri misnotkun.
eins og lögin eru núna þá hægt að víkja manni af heimili þar sem barnið býr en þeir aðilar sem úti í bæ barnaverndarnefnd getur ekkert aðhast gagnvart þeim. Sveinn afplánar nú 10 ára fangelsisdóm fyrir að hafa orðið hlöðverið bana.